Já, góðan daginn og verið velkomin í þáttinn Hinn Reykjavík. Í dag ætlum við að ræða geðheilbrigðismál og þetta er vissulega mjög víðfeðmt umfjöllunarefni og við höfum bara það bil hálftíma í dag og við getum rætt þetta í marga daga. Og hjá okkur í dag er Héðinn Unnsteinsson og Bergþór Heimir Þórðarson sem að hafa mikið að segja þessi mál og við ætlum að fjalla þetta út frá ýmsum vinklum og kannski bara ef ég byrja svona aðeins á þér Bergþór, ef þú getur bara svona sagt mér frá því ef þú ert til í það hvernig þú svona hefur það og svona hvernig COVID er að hafa áhrif á þitt líf og hvort það sé eitthvað breytt kannski í starfseminni sem að þú varst áður að sækja og kannski ekki núna til staðar. Já, það er náttúrulega alveg umtalsvert breytt. Ég til dæmis, ef við tölum bara beint í geðheilbrigðismál þá hef ég verið í reglulegum viðtölum hjá mínum geðlækni og það hefur svolítið eiginlega öllu leyti dottið fyrir í þessu ástandi. Hvað mig sjálfan varðar, maður finnur verulega fyrir þessu og bara svipað ég talaði síðast, það er meira álag. Maður fattar eiginlega ekki hvað maður þarf mikið á félagslegum samskiptum að halda fyrir en maður hefur ekki aðgang að þessum félagslegum samskiptum sem maður er vanur, jafnvel þó að maður flokki sjálfur sig sem introvert og sé alltaf að halda því fram að mér líður best í einrúmi. Þegar einrúmið er búið að vara í, núna 8. viku, þá er alveg komið nóg af hinu góða. Ég lít svolítið á að það hafi bjargað mér pínu að dóttir mín sem býr venjulega erlendis, hún flúði land aftur heim og er hjá mér þannig að við erum 2 í heimili. Ég veit ekki hvar ég væri ef ég væri búin að hanga hérna einn heima allan þennan tíma. En svona einkenni sem að ég finn fyrir ef ég reyði mér að fara aðeins út í það er að ég er miklu styttri í spuna heldur en venjulega. Venjulega er ég bara mjög rólegur og það þarf mikið til þess að pirra mig. En ég bara finn að ég þarf að hafa meira fyrir því að sýna þetta rólega fars áfram. Það er stutt í árekstra við þá sem maður er að hafa samskipti við og maður hefur lent í þeim nokkrum. Sé líka bara á fólki í kringum mig sem hefur ekkert endilega verið átt við geðvandarsfríða áður, að þau eru bara farin að, cabin fever er eiginlega gott hugtak yfir þetta. Fólk er farið að finna fyrir þessu. Þannig að þetta hefur áhrif á geðið. Já, takk fyrir að deila með okkur. Maður einmitt kannski heldur flokka sig kannski sem eitthvað svona introvert. Ég svona tengi pínu við það sem þú varst einmitt að segja að manni líki bara að vera dálítið svona einn og innilokaður en við þurfum einmitt öll þessi félagslegu samskipti og það er dálítið skrítið að finna að maður þurfa að stoppa sig af þegar maður kannski einmitt rekst á einhvern sem maður hefur ekki séð lengi og bara svona bakka, ekki knúsa, halda fjarlægð, bara það má ekki núna og einhvern veginn svona heilsast og þegar maður er komin með þessi svona mörk sem maður þarf að viðhalda og þá svo margt sem maður átti sig á að maður var vanur að gera og hvað þessi nánd er rosalega mikilvæg og getur skipt sköpum hvort sem það er einmitt með einhverju svona líkamlegri snertingu eða bara samskiptum og það er einmitt leið og eitthvað svona fellur niður þá eins og kannski reglulegir tíma sem maður hefur verið að tjá sig við lækni að þá getur það örugglega skipt sköpum fyrir marga og verið gríðarlega erfitt og tekið virkilega á. En ef ég kannski spyr þig að sömu spurningu og svona kannski hvernig í stærra samhengi ef þú hefur einhverja innsýn, ef þú getur deilt sagt okkur frá því varðandi starfsemi, hvað er svona helstu áskoranir og erfiðleikar sem eru þá kannski að spretta upp núna? Og svona hvernig þú hefur það bara? Ef þú væri til að deila því með okkur. Þetta ávarpa mig? Já. Já, einmitt.
Já, ég hérna sem stjórnarmaður eða varaformaður Geðhjálpar og ég ætla bara að ræða þetta svona út frá faglegum makrogrunni. Ég hef það hins vegar mjög gott, sko, aldrei haft það betra. Ég er mjög vel. En hérna, það sem við gerðum strax í félaginu var að auka ráðgjöf sem við erum með. Við bættum við öðrum sálfræðingi, við búum við það að eiga ágætis efnahag sem frjáls félagasamtök. Þannig að við bættum við sálfræðiþjónustuna sem við erum að veita. Við fórum strax í samtal við heilbrigðisráðuneytið. Af því að ég veit það bara af reynslu minni eftir að hafa starfað innan Stjórnarráðsins eftir síðasta hrun, hversu mikilvægt það að undirbúa þann mögulega kúf sem kann að verða á þjónustunni í haust og næsta vetur, árið 21 þá, fram á vor 21. Þannig að við fórum strax í samtal við heilbrigðisráðuneytið ásamt Hugarafli og fleiri samtökum og höfum verið í því samtali núna í nokkrar vikur og við lögum mikla áherslu á niðurgreiðslu sálfræðinga, að sjúkratryggingar kæmur það inn og það verið að opna fyrir það, að við greiddum niður allan sálfræðikostnað. Nú, við vorum í samtali við fjárlaganefnd bara núna í fyrradag og þar vorum við með einhverja 7 áherslupunkta sem við ræddum og við ræddum sko hvernig það að útluta og eyða þessum 540 milljónum sem það að setja ekstra núna í geðheilbrigðiskerfið. Og lögum þar aftur áherslu á niðurgreiðslu sálfræðinga og aukið samráð. Einnig sko, hefur við verið lengi með það hugmynd að vera sett hér á fót einhvers konar geðráð sem svona sambærilegt svona mental health commissions eða geðráðum sem eru til staðar í Kanada, Nýja-Sjálland og víðar, að samráðið væri vítt og eftir við höfum við einhverja fyrirmynd að þessu frá því úr síðasta hruni sem velferðarvaktin sem mögulegt að setja á stað aftur vegna þess að við vitum það að reynslan hefur sýnt okkur það að það verður einhver kúfur í þjónustunni í haust. Sumarið kemur, getið treyst í þó að þessu snjóru ennþá, kalt í veðri og næturfrost og það kemur hérna sumar og það eins gerist næsta sumar eins og öll sumar að við gleymum okkur aðeins betur yfir sumarmánuðina. En svo kemur haust og það ansi hætti því að allar það þúsundir mannvera sem nú eru að missa rútuna sína og vanamynstri sitt í tengslu við atvinnu, fara þá að mála skúrinn eða vinna í garðinum eða hvað fólk fer að gera. Þetta veldur ákveðnu losi og róti í samfélögum og það mun gerast hér eins og annars staðar. Nú vonandi ekki meir en bara svona aðeins smá los og smá rót, en það hætti því að það verði aukið álag á geðheilbrigðisþjónustuna með haustinu á næsta vetur. Og það það sem við erum að leggja áherslu á við heilbrigðisráðuneytið, framkvæmdavaldið og löggjafann í gegnum fjárlaganefndina að leggja áherslu á að undirbúa það vel. Hvernig tökumst á við það. Núna líka sérstaklega þegar við erum öll búin að hlýða og heilbrigðiskerfið hefur haft svona forgang að við finnum alveg fyrir því að nú farið að taka svolítið á að koma svona smá togstreita milli efnahagslegra sjónarmiða og heilbrigðissjónarmiða. Það að gerast alls staðar í kringum okkur, það að gerast hér líka. Það ákveðin kröfur það að losa hraðar og í auknum mæli þau höft sem við búum við. Og þessi togstreita komin núna og undir niðrinni einhvern veginn mannslíf, hvers virði mannslífið. Og það mjög eðlilegt, en hérna, þetta eru svona það helstu áherslur sem við höfum verið að leggja á við bæði framkvæmdavaldið gegnum heilbrigðisráðuneytið og svo fjárlaganefndina að það blasir við að það þarf að setja aukið input og við sýnist meginparturinn af þessum 540 milljónum sem nú fara í kerfið eiga að renna til sálfræðinga og auka sálfræðiþjónustu inn á heilsugæslunni, en við höfum líka verið að ýta á það að sálfræði viðtöl almennt verði niðurgreidd. Þetta svona einna helst það sem við í félaginu Geðhjálp höfum verið að bardúsa. Þannig að finnst ykkur eins og það sé núna vel tekið undir ykkar kröfur, að það sé svona skilningur fyrir því að það sé fjöldi fólk sem að muni koma til með að þurfa að nýta þjónustu á þessu sviði og það sé svona vel tekið undir þetta að það sé skilningur fyrir því? Já, sko, í fyrsta lagi þá þetta ekki kröfur. Já. Við erum ekki að setja fram kröfugerðir. Við erum einfaldlega að bjóða fram samtal og samráð og samvinnu við löggjafann og framkvæmdavaldið og ýta undir það að það verði vítt samráð, bæði fagfólk og embættismenn, notendur og aðstandendur innan velferðarvakta eða geðráðs, hvað að það sé ekki samtal á mörgum ólíkum stöðum, að því að strúktúr stjórnarráðsins okkar lóðréttur, vandamálið sem þetta eins og mörg önnur lárétt
og það gengur ekkert upp að samráðið sé þannig að þessi hópar af fólki á ólíkum stöðum að tala svipaða hluti án þess að vita hvort öðru. Og það það sem við erum að leggja áherslu á. Þetta allt of lítið land til þess að við flækjum þetta í einhvern veginn lóðréttum strúktúr undir 9 ráðuneytum og 160 stofnunum. Þannig að við erum bara að ýta á það að samtalið og samráðið sé mikið og að við tökumst á við sameiningu. Það fullur skilningur því hjá fjárlaganefnd og líka í ráðuneytinu að það verður kúfur eða gætur verður kúfur með haustinu og menn alltaf búast undir það. Og það það sem við viljum eiga þetta samtal og taka þátt í því sem koma skal og þetta eins og alltaf að vona það besta en að búast við auknu álagi með haustinu í ljósi þess að vanamynstur og rútína og daglegt líf svo ofboðslega marga er að breytast. Það eru 60.000 manns tæplega á atvinnuleyfisskrá, bæði hlutabótum og almennu bótum. Það nánast 1/3 af þeim 197.500 sem eru á vinnumarkaði á Íslandi. Þannig að þetta hefur gríðarlega áhrif á daglegt líf mjög margra og kemur til með að hafa áhrif á geðheilsu þeirra til lengri tíma. Þannig að við erum að búast í því að mesti kúfurinn gæti orðið haustið 2020 og veturinn 2021. Já. Nú langaði mig að spyrja aðeins Bergþór með niðurgreiðslu til læknis, svona sérfræði aðstoðar á ýmsum sviðum. Þetta náttúrulega margþætt. Hvort þú hefur einhverja reynslu af því og hvernig það hafi hvernig þér hafi tekist að mæta í rauninni þeim svona kostnaði? Ég býr svo vel að vera í tímum hjá mínum geðlækni hjá Landspítalanum, þannig að ég er ekki að borga stofugjald út í bæ og við höfum alveg í gegnum tíðina átt samtal í gegnum síma og annað sem hefur unnið gegn kostnaði. Hins vegar það sem er kannski frekar mál og þar er ég ekkert svolítið fullilega og 100% sammálum með niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu að þó ég hafi aðgang að mínum geðlækni og geti sótt tíma í honum þá hef ég ekki greiðan aðgang að sálfræðingi sem er eitthvað sem ég þyrfti meira á að halda. Svo ég kom inn á það að ég formaður kjarahóps ÖBÍ og starfa töluvert í þessum kjaramálum fyrir öryrkja vegna þess og einmitt í gær var ég á nefndarfundi fjárlaganefndar sem gestur ÖBÍ þar sem við vorum að ræða okkar umsögn fjáraukalögin sem verið að ræða núna og þar meðal annars tók við heilsugar undir umsögn Geðhjálpar þessa þörf á að sálfræðingar væri niðurgreiddir eins og önnur læknisþjónusta og heilbrigðisþjónusta fyrir geði. Það hefur alveg sýnt sig í gegnum tíðina og hér er örugglega með tölfræðina betur að hreina heldur en ég, hversu mikilvæg sálfræðiþjónusta er til þess að bregðast við að það er ekki nóg að komast til læknis og fá geðlyf. Sálfræðingar bjóða bara upp á aðra þjónustu sem er nauðsynleg og oft hjá mörgum eru geðlyfin og þá við til dæmis sem mér. Geðlyfin er svolítið til þess að hjálpa fólki að fúnkera en þau bara, ef það kemur ekki eitthvað meira með þá er það ekki að fara að duga. Og svo ég segi aðeins frá mér, minn vandi þunglyndi sem greinist einna meira að hafa verið orsakað af ADHD sem var ógreint. Því ég sýni ekki típisk karllæg einkenni ADHD og þar er eitthvað sem til dæmis sálfræðingur hefði getað hjálpað töluvert með upp á að höndla nýjan veruleika þegar ég fæ greiningu rúmlega 30, já heyrðu, líklega var þetta bara ADHD allan tíman og núna ertu búin að fara í gegnum 30 ára þínu ævi á þess að fá þjálfun í hvernig þú átt að bregðast við þeim hluta. Það er bara búið að vera að dæla í þunglyndislyfjum. Þannig að aðgengi að sálfræðiþjónustu ekki bara á heilsugæslu held ég að sé einn af stóru lykilþáttum í að bregðast við þeim þessum kúf sem við vitum að kemur. Nákvæmlega og svo eins og þegar maður hefur verið að heyra að fólk hefur til dæmis í gegnum tíðina kannski fengið 10 tíma niðurgreidda og þú veist
byrjuðu að opna þig og svo kemur að því að þessir 10 tímar eða hvað sem það var, að það bara búið og þá einhvern veginn kannski hugsaðu, ok, þannig að nú ætlum ég bara að stoppa á þetta, ég á ekki fyrir fleiri tímum, þannig að þú ert kannski byrjuð í ferlinu og þá bara, nei, herðu, fyrir ekkert lengra með þetta og það er kannski komið eitthvað svona ferli af stað. En þetta hefur einmitt verið dálítið svona mér langaði að spyrja ykkur út í sko því að þetta er eins og hjá Reykjavík og borg, þar sem ég starfa sem borgarfulltrúi og ég gleymdi mér að kynna mig á það. Svona Magdalena Möstudóttir heiti ég kynni mig bara í miðjum þætti, þetta þarf ekkert alltaf að vera svona hefðbundið og sko þá sem sagt þeir sem hafa verið á fjárhagsaðstoð til framfærslu geta sótt greiðslu vegna sérfræði aðstoðar og það er þá til að mæta kostnaði til dæmis vegna til þess að fara til sálfræðings eða einhverja annara sem gætu aðstoðað ef að það er talin vera liður í einhverju svona félagslegri áætlun einstaklingsins og svo virðist þetta vera alltaf sko ríkið versus sveitarfélögin og þetta einhvern veginn sko þegar það vera nálgast svona greiðlega mikilvæg mál eins og heilbrigðismál að þá einhvern veginn teki allt eftir umræðinni sem sko já en kostnaðurinn má ekki lenda á sveitarfélögunum því þetta er einhvern veginn ríkismál og þá ef að þeir sem að fá greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins væri kannski að sækja eitthvað að þá einhvern veginn sé það kannski litið svo á að þeir eða kannski ekki rétt á þessum styrk en gæti þá kannski áfrýjað til áfrýjunar nefndar velferðarráðs og þetta er orðið rosalega svona þessar reglur eru dálítið svona flóknar að lesa í gegn þó maður hafi lesið þetta oft yfir að þá er ég stundum bara býti nú við, þetta var dálítið flókið, hvað sagði eftir 20. grein og þannig að maður veltir því bara fyrir sér sko sem einstaklingur sem er bara einmitt að leita eftir heilbrigðisþjónusta, því þetta er heilbrigðisþjónusta. Hvernig sko, hvað getum við í rauninni gert kannski til þess að gera þetta skýrara eða finnst ykkur eins og þeir sem að, þetta er náttúrulega misjöfn upplifun einstaklinga, við erum jafn misjöfn og við erum mörg, en Héðinn, ef ég spyr þig, finnst þér eins og stjórnvöld geti gert eitthvað til að einfalda fyrir fólki að gera skýra svona hvað þú eigi rétt á og hvert þú geti leitað, finnst þér það verið verkahring stjórnvalda eða Ég er uppteknar af minni ábyrgð heldur en mínum rétti gagnvart samfélaginu. Já. Mér finnst það eins og að rétturinn sem frá dögum seinni heimsstyrjaldar hafi vaxið mjög hratt og menn hafi glatað sjónum á því að þeir bera líka ábyrgð. Ég er á þeirri skoðun að við erum að vinna meira með orsakir heilbrigðis en afleiðingar vanheilsu. Þannig að kerfið er svolítið svona, maður er svolítið refhvörf í kerfinu, þar að segja að ákveðið þversögn. Við viljum öll vera heilsuhraust og hamingjusöm. En við viljum líka geta leitað í kerfið okkur líður illa eða upplifun ykkur röskun. En hins vegar hefur sjúkdómsgreiningunum fjölgað úr 6 frá 1870 í 600 í dag og það er engin peningar í heilsu, það er eins og það miklu peningar í veikindum. Þannig að þetta er svolítið snúið kerfi og erfitt og ég hef það sem persónulega möndru að ég reyna að forðast veikindakerfið, fyrirgefið heilbrigðiskerfið. En mér finnst gott að hafa það þarna ef ég þarf á því að halda. En ég reyna að halda mig sjálfum bara frískum með mínum ráðum. En mér finnst það athyglisvert að núna þegar verið að krefjast aukinna fjármuni í heilbrigðiskerfið, þá viljum við skoða makromyndina. Hér eru 1000 milljarðar sem ferðast í hringi sem eru gjöld og tekjur ríkissjóðs. Ríkið eyðir á hverju ári 1000 milljörðum í almannaþjónustu. Menntakerfið, heilbrigðiskerfið og þetta er okkar velferðarþjónusta. Af þeim 1000 fara 280 milljarðar í heilbrigðisþjónustu. Umfang geðheilbrigðismála innan heilbrigðiskerfisins sem heildar er 30%. Það er áætlað 30%. 30% öllum heimsóknum og heilsugæsluna það bil snúa að geðheilbrigðismálum. Þannig að umfang málaflokksins er 30%. Hins vegar eru fjármunir sem renna af þeim 280 einungis 12%. Þannig að það er ekkert óeðlilegt að nú sé þessi kúrs aðeins réttur og þetta hefur svo sem verið baráttum að geðhjálpa lengi að við jöfnum aðeins að þessi meiri fjármunum af heildarfjármunum sem renna til heilbrigðismála varið til geðheilbrigðismála af því að umfangið er svo mikið.
Það tvöfalt meira en það fjármagn sem rennur til málaflokksins. En hvað varðar samskipti ríkis og sveitarfélaga Sanna, þá veistu mína skoðun, ég hef birt hann í mörgum greinum og sagt hann oft, það þarf að einfalda allt stjórnkerfi á Íslandi og núna í þessu ástandi næstu 2 árin að ef stjórnkerfið leir, þá hann mjúkur núna næstu 2 árin. Hann harðnar svo, skiljiði mig. Í öllum sjokkum, öllum áföllum mjög auðvelt að breyta strúktúr og kerfum. Þegar fellibylurinn gekk yfir Louisiana var menntakerfinu í Suðurríkjunum og Louisiana breytt. Það tók bara enginn eftir í fyrir 6 mánuðum síðan. Þannig að það klárlega tækifæri til að sameina sveitarfélög, einfalda strúktúrinn, fækka stofnunum, taka upp fjölskipastjórnvald jafnvel, breyta stjórnarskrána jafnvel, en skiljið, það eru tækifæri fyrir okkur núna, eða ykkur, eða hverja sem að hafa áhrif á funksjón og strúktúr kerfisins. Og það eru þessi 2 þættir, funksjón og strúktúr, sem skipta höfuðmáli, því að þið vitið jafnvel að við búum sem 365.000 manns á þessu landi við allt og flókið kerfi. Það allt og þungt í vöfum og þú Sanna vísaðir í búrókrasíu ferlinn hérna áðan, að þetta allt og þungt, þetta þarf ekki að vera svona þungt, en kerfi eru bara eins og olíuskip, þau breytast bara ekki nema um 1 gráðu á 1 ári, eða hvað það er. Þannig að klárlega þurfum við aukið fjármagn að helda fjármagnin til heilbrigðismála og geðheilbrigðismál. Það þarf að vera opið fyrir nýjungum og nýsköpun, en það þarf umfram allt að breyta kerfunum. En þau eru bara svo rosalega eins og veist ofboðslega íhaldssöm og erfið í vöfum. Og þá spyr maður sig hvar valdið liggur. Hugsa út fyrir kassan, einfalda. Og ögra embættismannakerfinu. Ég má grípa þarna aðeins inn í að ég hef einmitt gengið gegnum þennan pakka nokkru sinnum að sækja aðstoð til þess að komast til sálfræðings, til Tælandis og svo framvegis og talandi að einfalda kerfin. Hindranirnar eru allt of miklar nú þegar í kerfinu hjá sveitarfélögunum og það á ekki bara við Reykjavík, þetta á við öll sveitarfélögin. Og þegar við erum að tala að einfalda það, ég get nokkuð auðvitað bent á rótina fyrir stórum hluta af flækjunni sem í kerfinu. Ræturnar eru 2. Það annars vegar embættismannakerfið og þetta sem ég talar að kerfi hafa þessa gífurlega sterku tilhneigingu til þess að viðhalda sér. Þannig að ef það búið að koma kerfi á annað borð, þá að breyta því þarf einmitt eitthvað svona ástand til þess að opna möguleikann á að stýra skipinu aðeins aðra leið. Það önnur rótin að ég tel. Hin rótin þessi endalausa hræðsla ráðafólks á öllum stigum og þá alveg saman hvort þú tala með embættisfólk sem með einhver völd eða stjórnmálafólkið. Það þessi endalausa hræðsla við að fólk sé að sækja sér einhver réttindi sem að það kannski á ekki rétt á. Þannig að það þarf að hoppa í gegnum alla þessa hringi og gegnum allar þessar þrautir. Það sækja sér aðstoð hjá opinbera, alveg saman hvort það sveitarfélagsstiginu eða hjá ríkinu. Það svolítið eins og Ástríkur og Steinríkur og þrautirnar 12 að þetta endalaust. Ef það væri hægt að slaka á þessu og horfa á þetta þannig að fólk væri bara svipað eins og réttarkerfið á að gera, að fólk væri fyrst saklaust, að það væri bara, hei, mér vantar hjálp, getið þið hjálpað mér? Það væri forsendan, en ekki að pikka út þá sem væri mögulega að svindla eða reyna að ná sér í réttindi sem þeir hafa ekki, á kostnað þess að einhver sem að þarf virkilega á hjálpina að halda, fá hann ekki af því að hann tikkar ekki alveg í rétt box. Þannig að eins og þessi krafa að það bara inn í reglugerð Reykjavíkurborgar og fleiri sveitarfélaga, þú þarft að hafa verið að fá fjárhagsaðstoð til framfærslu til þess að eiga rétt á annarri aðstoð. En svo getur við kært það áfrýjað og oftar en ekki þá endar svo niðurstaða, já, jú, heyrðu, það borgar sig kannski og hér hlutin sem kemur inn í varðandi taka ábyrgð.
Jú, það þarna spurningum ábyrgð versus réttindi, en þegar ég ákveð, ok, ég komin í vanda, núna langar mig að taka ábyrgð á minni heilsu, langar að ná í þá aðstoð sem ég þarf til þess að losna úr þessum vanda. Ef ég lendi allstaðar á veggjum, þá ekkert óeðlilegt við það að ég, og nú ég að tala almennt, ekki bara mína persónu, það ekkert óeðlilegt við það að ég eða manneskja gefist upp ef að allstaðar lent á veggjum. Sum okkar hafa getuna til þess að finna út úr þessu sjálf þá þegar við erum búin að lenda allstaðar á veggjum. Mörg okkar hafa það ekki. Og það fólki sem við ættum kannski að einbeita okkur að, en ekki hverjir eru mögulega að fá eitthvað sem þeir geta að redda sem öðrum leið. Mér finnst líka já, þetta mjög góður punktur og líka þegar það verið að tala einhvern veginn að já, ef þetta verður gjaldfrjálst þá bara fara allir að koma og maður ef maður snýr svo við og hugsar býti að það væri gjaldfrjálst hjá tannlækni þá væri ég ekkert eitthvað alltaf hjá tannlækni að láta draga úr mér fullt af einhverjum tönnum. Þú veist, þetta heilbrigðismál og andleg líðan jafn mikilvæg og líkamleg líðan. Þannig að það líka þessi þáttur einhvern veginn og umræðan í kringum þessa tvo þætti, hvernig þessu einhvern veginn alltaf skipt upp sem einhverjum svona andstæðum pólum og hvernig einhvern veginn síðari hlutin meira svona, já, ef þú ert með opið beinbrot og þá einhvern veginn ekkert dregið úr því og það bara gert við strax einhvern veginn svona andleg líðan, geðheilbrigðismál, að það einhvern veginn meira eins og setja vefengja það og setja það inn í einhvern svona kassa þar sem að einstaklingur eigi einhvern veginn að geta sjálfur unnið úr því. Já, það náttúrulega engar blóðprufur, þvagprufur eða röntgenmyndir eða nein hlutlæg leið til að sýna fram á það hvernig fólki líður, eða hvernig það hefur það, eða hvað mögulegu röskun það hefur á starfsemi 7 milljarða heilafruma í höfðun á sér. Þess vegna geðheilbrigðismálaflokkurinn mjög erfiður, af því hann huglægt mat á huglægu ástandi. Þess vegna má vefengja alla þessa sjúkdóma, þeir eru ekki nema 170 ára gamlir, það voru engin sjúkdómar áður en þeir eru til, eða hvað, skiljiði mig. Þess vegna málaflokkurinn snúinn. Ég held að þetta snúist líka bara þjónustu og hitt orðið sem náttúrulega vald, vegna þess að margir kunna að upplifa þjónustu hins opinbera sem veitt fyrir almannafé, hvort sem það hjá ríki eða sveitarfélögum. Margir kunna að upplifa þessar þjónustustofnanir sem valdastofnanir, eða hvað, skiljiði mig það. Mér finnst bara svo mikilvægt að fólk átti sig á því sem vinnur í almannaþjónustu og það gera það flestir ábyggilega að þeir eru að þjónusta, skiljiði mig. Og þetta orð vald árinu ekki heima hvorki í pólitíkinni né í almannaþjónustunni af því að þetta ekkert vald. Að kjósa Sönnu í borgarstjórn Reykjavíkur, ég með öðrum orðum að veita henni hvað? Þjónustu umboð. Ég að veita henni umboð til þess að þjónusta mig. Ég ekki gefin eitthvað vald, en við erum eitthvað búin að festa þetta hugtak og upplifun af þessu hugtaki í valdafólki eða ráðamönnum eða hvað við köllum það og svo koma embættismenn þeirra og fulltrúar þeirra sem þjónusta okkur í stofnunum og hvað hafa þeir þá í móttöku héraðsdóms eða ráðuneytisins eða eitthvað. Það ákveðið vald það ekki, en samt þau á jafnaði bara þetta eru þjónustustofnanir og kannski þarf þetta líka aðeins að breytast að þeir sem vinna í almannaþjónustunni sem ég efast ekki að flestir gera það, eru meðvitaðir það að þeir eru að þjónusta og hvað sagði Søren Kierkegaard áður maður þjónusta og hjálpaði ykkurum? Áður maður hjálpar að þjónusta ykkurum þarf maður fyrst að koma sér á ná samkenndinni og samlíðinni og átta sig að hvar viðkomandi staddur. Það ekki fyrr en þá sem maður getur þjónustað eða hjálpa. En það bara þessi svona húmaníski þráður sem ég vildi koma að því ég held að margir upplifi ennþá stofnanir, þjónustustofnanir bara ríkissveitar sem valdastofnanir. Hvað finnst ykkur? Já, ég held að sé mitt aldrei þetta svona vald og einhver hafi heimil til að geta svona vísað einhverjum þangað. Svona þú fékkst samþykki til að mega nýta þessa þjónustu. Þú fékkst 10 tíma samþykta. Vertu þakklátt einhvern veginn. Það líka annað í þessum með aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu og núna ætla ég að vísa sérstaklega í aðgengi að sjálfstætt starfandi sálfræðingum aftur. En
ekki bara sem meðferðaraðila, ekki bara sem aðalega til að bregðast við þegar það er komið í vanda, heldur eru sálfræðingar sem hún alltaf fullt á öðru geðheilbrigðis starfsfólki, skóla sem og í skólum og annað sem að þjóna því hlutverki, þetta forvarnarhlutverkið, að grípa vandann áður en hann verður að grípa bönina áður en hún verður að einhverju stórum vanda þegar einkennum fara að koma fram. Það væri hluti af því sem maður sér fram á. Í öllu þessu samhengi þá eitt sem að við hjá Öryrkjabandalaginu tókum eftir að aðgengi að sjúkraþjálfun jókst, þökk sé nýja niðurgreiðslukerfinu. Nýgengi örorku, tölum peninga, því að þetta snýst svo rosalega mikið peninga. Nýgengi örorku vegna stoðkerfisvanda hrapaði tímabundið eftir að aðgengi að sjúkraþjálfun jókst. Það er staðreynd að ef það er brugðist við stoðkerfisvanda snemma með réttri aðstoð, með réttri þjálfun, að þá er hægt að koma oft á tíðum, ekki alltaf en oft hægt að komast hjá því að ástandið verður það slæmt að viðkomandi endi á örorku. Fer í gegnum endurhæfingartímabil, fær þá aðstoð sem það þurfa, fara aftur út á vinnumarkaðinn og sleppa við örorkuna, allavega sinn. Sálfræðiþjónusta og sálfræðimeðferð er líka gagnrýnd meðferð. Ég fullyrði að ef að aðgengi að sálfræðingum væri eins gott og það þyrfti að vera, þá myndum við sjá fækkun á nýgengi örorku vegna geðvanda líka. Og með það í huga að stór hluti öryrkja eru það vegna geðvanda til að byrja með. Ég var að grípa þess inn í með 2 punkta. Fyrsta lagi, varðandi örorku og getu. Ég hef alltaf verið afar hlynntur því að taka hér upp starfsgetumat og fara þá leið. Vegna sem að skoða tölur örorkuna að 1990 á Íslandi 7.506 öryrkjar. 7.506 fyrir 30 árum. Í dag eru þeir 21.959. Þetta er tæplega 200% fjölgun á meðan þjóðinni á sama tíma hefur fjölgað 43%. Og á sama tíma hefur okkur farið fram í geðlæknisfræðinni, fram í læknisfræðinum, virk endurhæfingarsjóður komið til skjalana og fjöldina hvað í ósköpunum skýrir þessa ofboðslegu fjölgun öryrkja og tala ekki fjölgun öryrkja vegna geðfötlunar. Þetta eru alveg ótrúlega tölur og það verður eitthvað að breytast í kerfunum okkar svo að þetta haldi ekki áfram að fjölga með þessum hætti. Vegna þess að þetta er með ólíkindunum þegar við fórum að skoða að birta grein núna í haustum þessa þróun meðal annars og það hefur orðið svona ofboðsleg fjölgun á þessum 30 árum að maður bara skilur þetta ekki alveg. Og svo hitt sem ég langaði til að benda á sem tækifæri fyrir geðheilbrigðisþjónustuna er einfaldlega það að ég er nú komin á þann aldur að ég þurfti að leggist inn á sjúkrahús og hjartaflökti eða einhverju hjartaaðgerð sem ég þurfti að fara í. Og fyrir löngu síðan, það kann hafa breyst síðan þá þurfti ég á þjónustu geðdeildi að halda og lá inn á geðdeildi í einhverja 70-80 daga. En það er svolítið síðan. En ég verð þó að segja það að eftir að hafa legið inn á hjartadeild og versus geðdeild að þá er gríðarleg sóknarfæri fyrir Landspítala háskólasjúkrahús sem ég hef postið þess á þekkingaryfirfærslu, á þjónustu viðmóti handlækningadeilda, þar að segja hjartadeildar eða lungna eða hvað það er, versus geðdeildana. Það er himinn og haf, allan að minni reynslu, á milli þjónustu sem þú færð sem hjartasjúklingur eða sem geðsjúklingur. Og þarna hljóta að vera mikil tækifæri fyrir Landspítalann að fá það starfsfólk sem sinnir handlækningunum og þessum deildum líkamlegra sjúkdóma að miðla reynslu sinni til starfsfólks á geðdeildunum. Það eru svona hlutir sem ég finnst mikilvægt að benda á og það er mjög mikill munur og það er ennþann dag í dag miklir fordómar. Við eigum eina rannsókn sem sýnir okkur stöðu geðsjúkra hvað varðar fordóma á mismunun. Hún er framkvæmd 2009 og þar kom það í ljós að samanburðarhópurinn var fólk með astma og svo var þunglindir og geðklofi. Og tölurnar voru sláandi, hversu margir vildu til dæmis ekki búa við hliðina fólki með geðraskanir versus fólk með astma. Að það munaði 70-80%. En því miður að þá eigum við ekki aðra rannsókn. Það væri gagnlegt að slík rannsókn væri framkvæmd í dag núna 11-12 árum síðan og sjá hvort eitthvað hafi breyst. Af því það sem okkur vantar almennt í þennan málaflokk
eru hlutlægar tölur og mælingar, eins og við ræddum á, það ekkert í hendi einhvern veginn, það ekki til. Einu töluna sem við höfum með það, hvað margir eru greindir og hvað margir fá meðferð. Með þetta, Kolbeinn Stefánsson tók saman skýrslu fyrir Öryrkjabandalagið fjölgun öryrkja, þar sem að stærstum hluta af fullyrðingum stjórnvalda fjölgunina var bara hent út af hafsauga. Til dæmis þetta með hversu mikill fjöldinn með mannfjölda. Hann jókst úr 7% 2008 upp í 7,8% í janúar 2019. Stór hluta þessari fjölgunu með hvað varðar geðvandann virðist koma til einmitt vegna þess að það var náð betur til öryrkja, fólk sem var ekki í vinnu, sem fékk ekki samþykki, fékk ekki örorkumat af því virðist vera ekki fyrir neinn annar ástæða heldur en einmitt út af fordómum. Þegar það var slakað á því þá komast við betur að. Starfsgetumat hefur hvergi virkað í heiminum nema til mögulega sem Excel-skjal, en það hefur hvergi virkað til þess að hjálpa fólki. Þannig að það ástæða fyrir Öryrkjabandalagið mjög mótfallið þeim hugmyndum. Höfum líka í huga að stærst öfugt þessar fullyrðingar að fjölgun öryrkja megi rekja til ungra og óvirkra karla, þá það varla hálfsagan því að stærsta aukningin rakin til kvenna 50 ára og eldri, en ekki ungra og óvirkra karla vegna geðvanda. Þannig að þessar tölur ekki frá Tryggingastofnun og ég held bara að Öryrkjabandalagið þyrfti að fara að hugsa það að breyta titli sínu bara í Getubandalagið. Ég sannfærður það að það verður eitthvað að gera til að snúa við þessari þróun. Og þessar tölur ekkert og þú getur bara lesið greinina þegar hún birtist í haust í stjórnmálastjórnsýslu þessa fjölgun. Það bara að blasi við. Tölunar sem að Kolbeinn notaði koma frá TR og sýnir einmitt fram á það að fjölgunin fjölda öryrkja frá 1990 til 2020. Fjölgunin var töluverð fram til 2005, svo hægði á henni og núna fækkar henni. Þetta bara tölur sem við höfum að munum birta í haust. Ég held við þurfum klárlega að hafa annan þátt starfsgetumat, en tíminn því miður að renna út hjá okkur núna og við getum rætt þessu mál alveg mjög lengi, en ég vil þakka ykkur kærlega fyrir að koma til mín hingað í dag og ræða þessi mál. Bergþór Heimir Þórðarson og Héðinn Unnsteinsson, takk kærlega fyrir. Þetta var Hinn Reykjavík í dag. Ég heiti Sanna Magdalena Mörtudóttir. Takk fyrir. Takk fyrir mig. Takk. Takk.